Já, góðan daginn. Þá erum við staddir í Laxá í Aðaldal. Nú, fyrsta veiðisvæði hérna er Presthvammurinn. Það er hérna beint fyrir neðan virkjunina. Nú, það sem ég var í fyrra á sama tíma, það er Laxárdalur beint hérna fyrir ofan. Hann er fyrir ofan virkjun. Laxá í Aðaldal. Þetta eru 3 svæði sem ég er að veiða núna, næstu 4 dagana. Presthvammur, Múlatorfa og Staðartorfa. Og þetta hefur gengið ágætlega hérna held ég. Það eru komnir einhverjir 150 fiskar upp samkvæmt hollunum sem við vorum að ræða við. Og mest af þessu er svona kannski 1,5 til 2,5–3 pund eins og er. En það er svona ennþá dálítið kalt. Nú við ætlum að byrja hérna. Það er farið hérna niður í víkurnar hérna. Og mesta fiskir er verið að koma hérna á þessu svæði við þennan hólma og hérna fyrir neðan og aðeins í víkunum hérna fyrir ofan. Þannig að við ætlum að byrja þar og byrja bara með púpurnar og sjá hvað gerist og einhverja streamera. Hvaða flugur? Ég kom við hjá Ingo í Vesturöst áður en að ég lagði á stað. Við skulum sjá hvað hann segir um flugurnar. Þetta er hérna eitt killer hérna, þungan, stóran. Svo byrjum við á þessari hérna, þetta er hérna Heiði. Einn sem við virka á flugvél hérna. Sippi heitir hún. Og hérna eru nokkra snýttar frá honum Bóbó hérna. Það hérna. Hérna svoleiðis. Þetta er svona vel þyngdar og henta vonandi vel núna. Þessan teil svona svolítið þykk og stutt. Þung. Þetta svipar nú til hérna rollunar, þessi hérna. Þessi hérna. Þessi hérna, já, glister. Glisterbögg. Þessi hérna. En við skulum taka hana frekar hérna í tungsting. Svona, færum okkur í straumflugurnar. Tökum upp hérna nokkra góða bakka. Hérna eru urriðalitir sem ég held mikið upp á. Ólífuvitað. Og hérna er gamla góða. Flæðamúsin. Ekki taka Black Ghost. Ég myndi taka líka eitt kött. Hann var mjög vinsæll til margra ára þarna. Hann er jafn gott veiðtæki í dag eins og hann var. En restin af þessu taka eina hérna öldu. Það er náttúrulega mjög góð urriðafluga. Hún er hönnuð og hnýtt af Helga Olsinni. Þú hefur ekki taka eitt rektor líka, hann er vinsæll þarna. Ég hef aldrei veitt á hann og mun sennilega aldrei fá neitt á hann. Því setja hann eiginlega aldrei á. Já, veljum nokkrar flugur í það. Við taka bara eina hérna að gömlu vana, Black Nut. Eitt hérna Foamback. Hún er með svona hvítu fómi og flýtur mjög vel. Mjög vinsælt þurrfluga. Svona. Það er þetta hérna, sko, ofsalega fínt og létt efni. Og það eru eitthvað nokkra svona fjæðrir í hverju önd. Og útlendingar sem hafa komið til veiði í Laxánni, þeir hafa notað mikið setja sér þurrflugur og þetta kemur
það kemur algjörlega með þeim. Ég er nú einn típa sem var vinsæl, nýtt svona á grizzlyfjöðrum. Hérna. Svakalega klassísk og fallið þurrfluga. Svo með þurrflugunni, þá var náttúrulega sérstaklega gott að nota flúorkarbontauma. Og þeir náttúrulega sökkva hraðar en nælon, hanga þá undir vassfilmunni, mynda ekki rák í yfirborðið. Og taumurinn er náttúrulega gríðarlega mikilvægur í þurrfluguveiði. Og annað, það er að nota svokallandi gríser, það er að segja að það er efni sem að rennur eftir taumunum til að taka á honum fitu og annað, þannig að hann nái niður á filmunni. Jæja, þá var það presthvammurinn. Við erum búin að vera hérna, þetta er önnur vaktinn. Þetta svæði er tiltölulega lítið, þetta er einnarstanga svæði en hérna, það er alveg hægt að eyða deginum hérna. Það má kannski segja það sem maður hafi lært. Bjarni Höskulds kom hérna áðan og hérna hjálpaði okkur aðeins. Og það er náttúrulega alveg gekk eftir sem hann sagði. Það er bara að vaða hérna út hjá þessum grynningum hérna og veiða sér rólega upp eftir strengjónum sem eru hérna úti fyrir. Og það sem að gerist hjá mér var það að leið og ég kom í skilin þá tók einn ágætur og örugglega allt fullt af fiski hérna. Hins vegar er veðrið afskaplega óhagstætt, það var mjög heitt og fínt veður alveg þangað til í gær. Kólnaði mikið og snjóaði í nótt og við fengum haglil á hausinn á okkur í morgun, þannig að hérna, það er svona kannski ekki alveg bestu skilirinn. En ég get vel ímyndað mér að þetta svæði sé gríðarlega flott þegar líður aðeins á og hittnar aðeins hérna. Þetta er örugglega frábært þurrflugsvæði og ég get vel hugsað mér að koma hérna í júní og byrjun ágúst og leika mér í þurrflugunni. En það er í raun og veru á þessum tíma og kannski líka þegar þurrflugan er komin þá hérna bara að vaða hérna út og labba eftir þessu öllu og kasta á þetta. Að bara finna strengina og kasta á þá og náttúrulega gríðarlega gaman að uppstríma þetta. Nú, það er kannski pínu erfitt að vera að kasta á þetta þegar maður sér ekki fiskinn vaka. Þannig að ég hugsa að það sé töluvert gaman að koma hérna þegar skilirinn eru aðeins betri. Þetta er örugglega geggjað þurrflugsvæði. Presthvammur í Aðaldal